Það komið að smá föstudagsspjalli hérna í Íslandsbanka þar sem við ætlum að fara yfir svona helstu fréttir vikunnar og með mér Jón Bjarki, aðalhagfræðingur bankans og Björn Berg, fræðslustjóri bankans og ef við byrjum kannski bara á helstu tíðindunum núna í morgun, Jón Bjarki. Já, það voru að koma tölur þjónustujöfnuð á öðrum fjórðungi og þar með eru komið með fyrri hluta ársins þessar tölur og eins og kannski mann var að fara að renna í grunn þá eru þarna vísbendingar að það sé aðeins að svona draga úr þessum svakala afgangi sem að náttúrulega hefur verið einn helsti drifkraftur styrkingar krónunnar síðustu ár. Það var svolítið minni afgangur af þjónustujöfnuðinum á öðrum fjórðungi og við sjáum þarna merki annars vegar er að draga úr vexti útflutnings, það er að segja vexti teknanna sem að ferðaþjónustan skapa og svo erum við Íslendingar að bæta verulega í ferðagleðina á milli ára og innflutt þjónusta, það er að segja okkar neysla erlendis, er að aukast verulega á milli ára. Þannig að þetta svona bera sama brunni, það er að draga úr þessum svakalega meðbyr sem að þessir liðir hafa gefið krónunni. En er þetta þá að því við vorum líka eitthvað að velta fyrir okkur daginn, sko, hvers vegna krónan hefur þá búin að veikjast svona þau mánuðum, erum við að sjá skýringuna einhverju leyti þá þarna? Það er svona það sem hvað það setja að tengja það saman eitthvað? Já, samt sem áður reyndar þrátt fyrir þessi þróun, þá er nú verulegur afgangur af þjónustujöfnuðinum, en svo kemur auðvitað vöruskiptahalli á móti, við erum að auka líka mikið innflutning á vörum, þannig að það kemur fleira til, en þetta er svona púsl í það spil, klálega held ég. En það voru fleiri tíðindi frá Hagstofunni, verðbólga mældist undir væntingum. Hver er svona helsta skýringin á því? Já, verðbólga er núna 1,7% og hækkunin núna í júlí var minni heldur en allir höfðu spáð og þar var einhverjum tvennt sem kom til að það var minni áhrif á útsölulokum og óvenju lítil hækkun íbúðaverðs miðað við það sem að verið hefur síðustu mánuði. Náttúrulega síðan nefndi liðurinn er í takti við aðra vísbendingar að það sé að hægja á þessu mikla balli sem hefur verið á íbúðamarkaðnum síðustu misserinn og ef við sjáum fleiri mælingar með líkulagi á þeim markaði þá hefur það áhrif til minni verðbólgu svona fram á veturinn. Er þetta frekar áhugaverð niðurstöður eftir einmitt þessa síðustu mánuði sem við erum búin að sjá þessar miklu hækkanir? Já, þetta er mikill munur á því að sjá alveg upp undir 3% hækkun milli mánaða þegar hæst hóaði og nú erum við komið niður fyrir 1%. Það er veruleg hækkun samt sem áður en það er að hægja á þessu takti, það er ekki spurning. Hvers vegna erum við að sjá þessi minni áhrif af útsölulokum miðað við fyrir ár? Já, það er líka það sem við höfum verið að ræða og reyna að setja í samhengi við eitthvað annað og auðvitað eru það þessi umræði sem er núna út allt í smásölubransanum því að þetta er ekki síst í fataverslun sem við erum að sjá þetta gerast og við erum að sjá stóra aðila koma inn á fatamarkaðinn og náttúrulega inn í matvörumarkaðinn líka eins og allir vita. Þannig að það að útsölu loka áhrif séu minni þýðir í rauninni bara það verðið er lækkað í útsölum en það er ekki að hækka jafn mikið eftir að útsölu líkur eins og við höfum séð á undanförnum árum og það er mjög mikill munur á milli. Þannig við erum að sjá miklu minni verðbólgu út af útsölu lokum heldur en við höfum séð undanfarin fjölmörg ár. Já, það verður mjög fróðlegt að sjá núna hvernig septembermælingin verður á þessum lið. Ef að það kemur frá kafinu að þetta komi ekki tilbaka að öllu leyti, verðið, það hækki ekki jafn mikið í ágúst og september á fötum og fleiri útsöluliðum og að lækka í júlí, að þá held ég að megi nánast slá því föstu að þessi samkeppnisáhrif séu að slá alveg töluvert sterkt inn. Einmitt. En Björn, svona lokum þá nú meira mitt á þessum markaði líka bara erlendis frá, við höfum að skrifa það í vikunni, kannski segja okkur aðeins frá því, þessar hræringar í Bandaríkjunum. Já, það er heilmikið að gerast þar. Við erum að sjá í rauninni næsta skref tekið heldur en það sem við erum að sjá frá því sem við sjáum hér heima. Þar sem núna erum við að sjá gríðarlega stóra heildsala koma hérna beint inn á markaðinn eins og Costco, við erum að sjá mjög stóra verslunaraðila eins og H&M koma og Lindex og fleiri. En þetta eru verslanir þar sem þú mætir á staðinn og verslar. Sú bylgja sem er ekki ennþá farin á stað hér á Íslandi svo nemi er þessi VF-verslun, nema þá beint utanfrá í formi til dæmis Amazon og AliExpress en það sem við erum að sjá núna gerist í Bandaríkjunum er að ákveðið samstarf á milli mjög stóra hefðbundinna smásöluaðila eins og Costco, Walmart, Walgreens og annarra svona stórra gamalla sterkra fyrirtæki í Bandaríkjunum og síðan tæknifyrirtækja er að aukast mjög mikið og mjög hratt og það er bara vegna þeirra tækni sem að þessi tæknifyrirtæki eru farin að geta boðið upp á. Við sáum tvennt mjög áhugavert gerast núna rétt fyrir
síðustu helgi og síðan núna á mánudaginn þegar var að lokum gengi frá því að Whole Foods að renna inn í Amazon. Fyrsta sem gerist þá að Amazon Echo snjallhátalarinn frá Amazon bara seldur í lobbyinu, í andirinu á Whole Foods verslunum og það þá hægt að nota þennan hátalara til að panta vörur frá Whole Foods. Sama dag og tilkynnt var að þetta yrði gert og að Amazon ætlaði meira að segja lækka allt vöruverð eða mjög mikið af stóran hluta vöruverðs í Whole Foods, að þá var tilkynnt formlegt samstarf Google og Walmart. Þar sem að Google ætla sér að fara að selja vörur Walmart í gegnum vefinn. Þetta bara formlegt mjög stórt samstarf, menn þau mikið fyrir bæði þessi fyrirtæki og núna á mjög skömmum tíma að breyta smásölunni í Bandaríkjunum þannig að þessir aðilar, Google og Amazon til dæmis, bara orðnir risastórir í því að dreifa vörum og núna í desember við að fá nýjan snjallhátalara á markað frá Apple og þá munum við örugglega bara sjá þetta halda áfram. Þannig að þetta bylgja sem ekkert byrjuð hér heima en alveg á fleygiferð í Bandaríkjunum, mjög áhugavert að fylgjast með. En ég held við látum þetta bara duga, það fullt af skemmtilegum upplýsingum og tölum sem við að fá í næstu viku, svo við verðum bara aftur eftir eina viku.